Ásmundur Friðriksson einn af Suðurnesjamönnunum sem að gefa út bók fyrir þessi jól. Hann auðvitað mikill eyjapeyji en hann allavega fluttur upp á land og búinn að vera hér á Suðurnesjum á annan áratug. Og hann að gefa út þessa bók, Hrekkjalóma félagið, prakkarastrik og púðurkerlingar. Það ekki hægt að segja að sé lognmála í kringum því Ásmundur Friðriksson, verður velkominn. Nei, það búið að vera svolítið púðurkerlingar núna síðustu daga allavega. Það ljóst. En þessi bók, hvað geturðu sagt okkur hana? Sko þetta er rauninni saga Hrekkjalóma félagsins í Eyjum í 20 ár. En ég líka í aðdraganda bókarinnar og svona formálunum að segja frá því hvaðan við Eyjamennir komnir, úr hvaða jarðvegi við sprettum. Og það reyndar þessi saga hefur alveg getað gerst hérna í Keflavíkinni, eða Njarðvík eða Sandgerði. En að því ég á Eyjum þá gerist það og ég held að þetta líf sem að þróast í svona sjávarplássum, í svona gömlum húsum, beituskúrum og veiðarfærakróm þar sem að menn voru að stokka línuna og gera færin klár og baujurnar fyrir vertíðina. Það fannst þeim oft gaman að fá sér og þeir gerðu það ekki til klukku, þeir gerðu það svolítið dagatali það var svona, þeir duttu í það nokkra daga í röð og í þessu umhverfi skapaðist mjög sérstök stemming og það eru til mikilvægar sögur og það eru til alls konar nöfn sem hefur svo fyllt okkur Eyjamönnum og þarna held ég segja svona frumkraftarnir okkar koma þeir koma úr þessu umhverfi. Hvernig ert þú að gera þetta? Er þetta frásögn af því sem hefur gerst, sem að þú hefur upplifað og eða heyrt eða svona þetta svolítið svona, hvað ég að segja, er þetta Hrekkjalóma saga af Vestmanni? Já, hún er það vegna þess að saga Hrekkjalóma félagsins er þetta bara upplifið mína félaginu og því sem við gerðum, þannig að hún er frásögn af því sem gerðist og svona færtu þetta svolítið í stílinn og ég leita mér upplýsingar það og hinn vænginn er þetta saga af Hrekkjalómum í Eyjum sem mönnum sem bara eru svona orginal Hrekkjalómar eins og Jón Berg Halldórsson sem býr hérna út í Vogum og Diddi Svanhól eða Sigurður Sigurðsson frá Svanhól. Þetta eru svona menn sem eru, Jón Bergur er 81 sem tekið á það og hann er henn að fífla alls konar hrekkja með púðurkerlingum og prakkarastrykum alls konar. Þannig mér finnst bara mjög mikilvægt að þessa sögu týnist ekki og bara eins og við vitum sem eru komin aldur sem við erum á að svona atvinnuhættir sem við ólust upp við sem peyjar, hvort sem var í Keflavík eða út í Eyjum, þeir eru bara horfnir og með þess að ég sem hætti að vinna í fiski fyrir 12 ára síðan að ég hugsa bara ef ég ætti að fara hérna inn í Nesfisk eða í Þorbjörnin eða Vísi í Grindavík, ég kem nú þar oft inn að þá einhvern veginn finnst mér að ég þyrfti nú bara að fara í tækniskólann áður en að fara að vinna í fiski. Af því að þetta er svo frábært umhverfi og þess vegna þurfum við að halda svo vel utan um þetta og söguna sem að það er svo ótrúlega mikil brekka niður í það að við vorum að gera þetta allt á höndum. Af því við upplifðum það vorum að gella sem peyjar og kynna og fiskur á handflattur og handflaggaður, þetta er allt til ennþá en er bara nánast í sáralitlu mæli. Men þetta tengist svolítið sjávarútveginn alltaf? Það tengist þeirri stemmingu sem verður til í sjávarútvegsplássunum. Það er náttúrulega öðruvísi stemming, þetta er annars staðar. Ég er reyndar í fyrri bókinni minni þá líka að segja frá sveitastemmingunni sem að heilla mig mjög, en hún er allt öðruvísi. Þar er líka maður mannskamann, miklar eftirhermur í sveitinni og menn eru líka miklu nátengdari þar og þeir eru líka rosalega tengdir náttúrunni. En það er svona svolítið meiri galsagangur við sjóinn. Og það var tölulegur galsagangur í Eyjum og er enn. Er ykkur ein saga sem er skemmtilega en aðrar í þessu eitthvað sem þú búinn að segja oftast eða? Já, það eru þetta mjög margar góða sögur í þessu bók og mér finnst skemmtilegast þetta svona bara svona umgjörðin og svona andrúmsloftið sem ég er að skapa í þessu bók, það skemmtir mér mest. En þegar ég var nú að skrifa sögurnar af Didda í Svanhól og Jón Berg og kúta inn þetta, þá verði ég að viðurkenna það að ég var nú bara stundum sjálfur grátandi við tölvuna á hlátri. Það var mjög skemmtilegt og mér finnst að svona, þeir eru kannski ekki kynjað kvistir en þeir eru sérstakir menn og
Þeir eru þessu Diddi mjög hægur maður og vill ekki vera mikið fjölmenni, en hann endalaust að stríða fólki og svona, eins og við segjum bara, láta svolítið svona þessu líf, sko. Og við Rekkjalómandi, sko, við erum til í því andrúmslofti að það var búið að gjósa, sko, Surtseyjargos í 4 ár og skömmu seinna kemur Heimaeyjargosið og þegar Vestmannaeyingar komu tilbaka og fólkið okkar var að byggja upp húsin, gerðu þetta af miklum krafti og miklu látum, þá var það traðk á tilfinningunum, vegna þess að tilfinningarnar sem voru eftir gosið, það var traðk á þeim og þá var svona jarðvegur fyrir svona sprellikarlafélag og við sem voru þá ungi menn og vorum að stjórna fyrirtækjum í Vestmannaeyjum, að sko, það fannst öllu fyndið þegar við fórum að láta þessu fíbl og við komumst upp með það í 20 ár, sko. Þá var Reykjavík okkur tilbúin. Það var náttúrulega þannig. Þetta svolítið minna þetta í dag. Þetta vantar. Það er öðruvísi, já. Það hafa menn sagt til mig, við höfum ekki að stofna Reykjavík. En þú veist, það verður aldrei gert. Það bara var einu sinni og það verður aldrei endurtekinni slíkt og það áheldur ekki að gera það. En í Vestmannaeyjum eru ennþá félög Reykinn sem eru á svona svipuðu basís. Þau koma saman og sjá uppsetningu þjóðhátíð og það bara þessi mikla hefð sem við þurfum að skapa. Og ég var einmitt að segja Keflvíkingum og Suðurnesjamönnum þegar ég var að vinna í ljósanótt og þegar við vorum að halda ljósanótt í 10. skipti, sko, þá héldu menn að þeir getu haldið ljósanótt eins og þjóðhátíðin í Vestmannaeyjum sem sko búið að halda 140 sinnum. Þannig, sko, þú veist, það þessi hefð, sko, sem við erum að skapa og við sjáum hvernig ljósanóttin eru núna. Þetta náttúrulega merkilegsta hátíð landsins. Hún rosalega flott. Hún öðruvísi. Þú fluttir til Keflavíkur frá Vestmannaeyjum fyrir 12 árum síðan. Hvernig fannst þér viðbrigðin og þú einmitt komst í þessa vinnu hjá Reykjanesbæ varðandi ljósanótt? Hvað getur þú sagt? Hvernig finnst þér þú vera sem Suðurnesjamaður? Mér líður afskaplega vel á Suðurnesjum og það fyrir rosalega vel okkur Sigg og fjölskylduna bæði þegar áttum heim í Reykjanesbæ og eins þegar við hlutum út í garð. Það farið mjög vel okkur hérna. Okkur finnst veðrið vera betri en í Vestmannaeyjum og það öðruvísi og þeir sem eru að tala að veðrið suður frá sig eitthvað og auðvitað norðanáttin leiðileg hún það allstaðar við flóann. En gríðarlega gott fólk og vinnusamt fólk og sem hefur alveg uppi bara svipa allæti ég við sjóinn og mikla vinnu upp í flugvelli, næturvinnu og mér finnst það sé verkefni okkar að skapa þessu fólki svona aðeins betur viðurværi. Okkur finnst við ennþá vera svolítið lág í launum suður frá og við þurfum að bæta það. Ímyndin, hún allt önnur heldur hún var og ég man reyndar ekki eftir neinu sjávarplássi í gamla daga sem var eitthvað rosalega flott eða fínt. Þetta voru svona fiskunstöðvar með bein og fisk út allt og slor. Það var ekkert öðruvísi hér heldur í Eyjum eða í Sandgerði eða í Grindavík. En við erum alveg komin út úr þessu og hér bara gríðarlega metnaðfullt bæjarfélag og Suðurnesjamenn eru duglegir og þeir hugsa vel sína en okkur vantar svolítið svona þetta bara traust að segja bara horfa í speilin sem að þar stundum að gera á ævinni horfa í speilin og segja við erum flottasti og við áttum Rúna Júl og við áttum alveg fullt af snillingum tónlistamenn sem að eru bara snillingar aldarinnar alveg eins og í Eyjum áttum við líka okkar snillinga og höldum mikið á þá og við þurfum að lyfta þessu öllu upp og eru nú í dúshúsunum og það bara ekki margir sem eiga svona. Og þetta auðvitað verðmættir okkar. Þú varst bæjarstjóri í Garðinum sem lítið sveitarfélag. Hvernig var það? Það var tækifæri lífs míns. Það var ótrúlega skemmtilegt. Mér langaði aldrei að hætta sig á þessum bæjarstjóri. Það skemmtilegasta vinna sem ég hef unnið. Og ég held bara að þó ég segi sjálfur frá að ég var bara góður bæjarstjóri. Ég auðvitað kannski fannst ekki alveg öllu það en það bara eðlilegt. En ég naut mín sérstaklega, ég framtakssamur og ég fylgdi málum eftir og ég var uppátækjasamur og var að gera fullt af hlutum sem að kostuðu sveitarfélagið ekki mikla peninga og stundum enga. Þannig að í minni 4 ára bæjarstjórnartíð þá fannst mér skemmtilegast að gera hluti sem ég tók bara þátt í sjálfur. Við vorum að gera vitahátíð og við gerum ferska vinda sem náttúrulega að byrja núna til nokkra daga
sem ég myndi halda með metnaðarfyllri svona menningarviðburðum sem allan samfélag á stærri Garðinn heldur. Það er gríðarlega metnaðarfullt og nú koma 50 útlendingar þarna. Það verið heila mánuð og sinna listinni og það var bara rosalega gaman að fá að vera bæjarstjóri. Ég hefði viljað vera bæjarstjóri. Núna ertu á þingi og það er nú svolítið erfiðara að sprikla þar, þú farið ekkert að ráða sprikla þar, eða það? Nei, það er sko, þegar varst bæjarstjóri, þá varstu að afgreiða fullt af hlutum fyrir hádegi. Hringdir í Árna í Álfdásinu og þú hringdir út í skóla og þú hringdir út á byggðasafn og þú hringdir í SPK út af strætónum eitthvað. Það varst alltaf að gera eitthvað og varst alltaf að ákveða. Í þinginu sko, að ég held ég eigi 4 þingsályktunartillögur og 1 eða 2 lagafrumvörp og þetta er 3. veturinn og það gengur ekkert að koma fram. Og svo var menn að tala um að klára hlutina fyrir hádegi sko. Það bara gengur ekkert í þinginu, gengur lítið og það tók mér rosalega langa tíma að sætta mig það að vera alltaf mætt í vinnuna en það gerðist ekkert. En auðvitað eru þingmenn að sinna mikilvægum störfum og nefndastarfið í þinginu er mjög gefandi og fræðandi og skemmtilegt en það veður ekkert undan okkur og svo lendum við alltaf í því að þegar minnihlutinn sem var meirihlutinn sko, hann snýr öllu hjólinu við og hinn gera það líka. Þannig að það er svona skrítið andrúmsloft sem í þinginu og ég var auðvitað bara síðast að ræða í gær við mann í þinginu og hann var að spyrja hvernig hann hefur það og ég sagði, ég hef bara ekkert að gera sko. Mér finnst ég ekkert að gera í þinginu og mér finnst mér vanta oft verkefni. Af því að sko þingmenn ráða engu sko. Þeir bara koma í vinnuna og svo eru þeir að reyna að raða saman þessum kubbum og búa eitthvað til og sem endar þá í fjárlagafrumvarpinu sem náttúrulega svona aðalmáli fyrir hvern meirihluta í þinginu og þar maður svolítið hangandi á því að maður þarf að standa með því frumvarpi og þó maður líki ekki auðvitað allt í því. Þannig að fólk áttar sig stundum ekki á því að maður þarf stundum að gera þinginu meira maður líka sjálfum og þannig það í pólitíkinni. Suðurnesjamenn hafa aðeins kvartað, ekkert aðeins, þeir hafa kvartað mikið yfir því á undanförnum áratugum að einhvern veginn þeir hafa aldrei átt nógu sterka þingmenn og aldrei gerst einhvern veginn nógu mikið. Það hefur verið svona smá þannig tónn í Suðurnesjamönnum. Hvað er þetta, veist, hvað þurfum við til þess að er þetta kannski gamla pólitíkin, svona hagsmunapot eða hvað þetta hét allt saman, hvernig, þetta hlýtur að vera svolítið óþægilegt fyrir þig. Þú ert framtakssamur og maður sér það til dæmis bara á Facebook síðunni þinni, þú ert allstaðar að taka myndir og segja hvað þú gera og annað sem er mjög gott að fylgjast með þér. Þannig að þetta hlýtur að vera svolítið stundum erfitt fyrir þig, en varðandi þarna Suðurnesjamenn, hverju svarar því? Já, þegar ég var bæjarstjóri í Garðinum, þá settist maður meira inn í þetta og maður byrjaði svona að taka þátt í pólitíkinni. Svo lendir maður sjálfur óvart inn á þingi sem ég ætlaði ekkert að gera. Og ég hafði auðvitað heyrt þetta sem þú ert að nefna. Mér finnst að Suðurnesjamenn eigi bara fína þingmenn í hvaða flokki sem er. Og við erum 10 manna þingmannahópur og auðvitað sérstaklega við sem erum Suður frá, við erum bara nokkuð mörg. Og við erum alveg vakandi og sofandi yfir hagsmunum okkar á Suðurnesjum eins og við erum auðvitað fyrir landið allt og kjördæmið. En það er engum blöðum alveg það og ég get alveg sagt það fullum höndum að mér finnst Suðurnesjin ekki njóta mikið skilnings í þinginu. Og ég hélt kannski á síðasta kjörtímabili þegar ég var bæjarstjóri í Garðinum að þetta væri svona einhverju pólitík að menn vildu ekki byggja Helguvíkina og menn vildu ekki leggja peninga hingað og dittur og dattinn. En ég bara upplifði það saman núna. Og það getur vel verið að segja ekki að sömu pólitísku göttum. Auðvitað þarf svolítið að kæla hagkerfið núna. En mér finnst að okkur, þingmönnum Suðurkjördæmis og þingmönnum okkar svæðis, við eigum bara svolítið erfitt með það að fá enga peninga. Talandi pólitíkina, það var uppi fótur og fyrir núna á Alþingi varðandi málefni öryrkja. Og það út að segja að þú hefur nú aðeins lent í smá skammti þar á miðað við samfélagsmiðlana. Hvað getur þú sagt okkur um það? Ég hugsa mér líði núna svona
3 dögum eftir þetta fór allt í gang sko, svona svipað þessu landin okkur að fallega þegar veðurhamurinn gekk yfir að núna mándagi var og veðri landið með 70 til 80 km hraða og það er svona, það landi lífið úr því í smá stund sko. Og mér líður svolítið núna að það er búið að svona berja með lífið sko. Og mér líður einhvern veginn þannig að ég er tómur innan og þegar maður komið út fyrir áðan sko, þá fannst maður einhvern veginn allir horfði á mann en auðvitað var ekki svo. En það er alveg, það er bara djöfuleg upplifun að lenda í því að fólk ráðist svona með miklu offorsi á mann vegna þess að þó að auðvitað hafi einhver áhrif á mann eðlilega, maður er ekki gerður úr bara járni, maður er bara mannlegur en verst er það upplifun fyrir fjölskylduna, eiginkonuna og börnin og aldrei föður og bræður mína, þannig að það er svona sem að tekur mig þyngst að fjölskylda mín er bogin yfir þessu og maður verður auðvitað svona veltaði fyrir sér því að þegar maður situr í þinginu alla daga að þá verður auðvitað endalaust að eiga hvort við annað þingmenn og skiptast á skoðunum. Við höfum misjafna lífsskoðun og það er heilbrigt að við höfum okkar lífsskoðun og þá er það heilbrigt ef við erum ekki með sömu lífsskoðun að okkur greini á og mér finnst það svo umræði í þinginu sé til þess mjög heiðarleg, nánast undantekningarlítið en út í samfélaginu að þá er það alveg leyfilegt að svona bara sem segi það bara íslensku að drulla yfir menn og ekki yfir hvað þeir segja, heldur bara fyrir hvað þeir standa og hvað þeir eru og menn fara bara í gröft í gömul mál og draga upp alls konar skítalykt sem að enginn var að finna lengur og það tekur á manni af því að það er nú auðvitað þannig að maður er að reyna að gera sitt besta og meðan maður telur sig vel að gera það að þá er neistinn og krafturinn í manni en mér finnst sko að þessi 2 síðustu dagar hafi verið helvítið þungir en það er bara kemur upp sól á mándaginn og þá mætir maður eldsbrekkur og heldur sínu striki og þetta segir mér líka það Palli að það mikilvægast í lífinu að það er að segja alltaf sannleikann af því ef þú segir alltaf sannleikann þá þarf ekki muna hvað þú sagðir og líka hitt að maður þarf bara að standa við eigin sannfæringu og það er alveg sama hvað dynur að ef þú gerir það að þá ertu bara sáttur þín í hjarta og getur bara borið þig kynrúðalaust hvar sem en mönnum verður á mistök ég er ekki óskeikull en mér finnst líka gott að viðurkenna að ég gerir mistök og ég ætla að bæta fyrir það ef ég hef gert mistök. Ég kannski ekki að segja að mitt atkvæði hefði eitthvað breytt miklu þó að ég hefði sagt eitthvað annað eins og atkvæðagreiðslu. Mikilvægast er kannski vinna sem ég var búin að vinna á undan sem að auðvitað fólki í landinu kannski veit ekkert en ég mun halda því áfram af því að vissulega er það verkefnið að bæta kjör þessa fólks. Það er ekki spurning. Það er að gera. Það er búið skammaði mikið á Facebook og samfélagsmiðlunum og þú hefur fengið óhróður í tölvupósti og hringingar og annað. Hvað getur þú gert núna? Ætlarðu bara að leggja þetta til hliðar eða hvað viltu segja? Ég vil bara segja það að ég held að í svona litlu samfélagi eins og Íslandi er að við þurfum auðvitað að reyna að lifa í sátt og samlyndi. Við þurfum almennt í þinginu og víðar, við þurfum að taka virkari þátt í samkomulagi um stóra hluti. Við þurfum að vinna saman að stefnumótun fyrir framtíðina. Við þurfum að afgreiða stór mál í sameiningu og fiskveiðistjórnarfrumvarpið, náttúruverndarlögin eins og gert það var mjög gott dæmi samstarf og hluti sem snúa umhverfisvernd og öðru slíku. Við þurfum að vinna saman í þessu. Ég fór nú í halva mánuð til Sameinuðu þjóðanna núna í haust og þar kom í ljós að þar eru menn að landa þessum markmiðum sem eru að vinna núna í París, þessum 17 markmiðum sem er svona lykillinn á framtíðinni, að þarna sko bara 193 þjóðir ná saman þessa hluti. En við erum bara 300.000 með 63 þingmenn. Við þurfum að vinna líka svolítið svona vegna þess
að ef að menn ætla að tróða einhverjum svona lögum í gegn á yfir þingi sem er svo felldir á næsta þingi, að það er ekki það land sem við viljum búa í. Við þurfum að búa við stöðugleika og þá þurfum við að gera víðtækt samráð og samkomulag fiskveiðistjórnarkerfið til þess sem að lifir af margar ríkisstjórnir. Það er svona alvöru grundvöllur til að byggja á, sko. En það er líka að vera þá grundvöllur sem allir verða ekki sáttir með, en þá fá allir eitthvað en engin allt. Hefði þetta öryrkjamál, fannst þér vanta eitthvað í þetta? Vantaði eitthvað meiri undirbúning hjá ykkur eða ríkisstjórninni eða hvernig, þetta er svolítið sérstakt hvernig þetta kemur? Já, sko, ég held að verða að segja þá eins og að það er búið að gera margt mjög gott fyrir þennan hóp og hækka bætur mjög mikið og að því að, sko, maður veit að það þýðir ekki að tala í prósentum og súluritum, sko, það bara gengur ekki lengur. En samt verður að halda einn að taka, það er búið að gera mjög mikið og bæta í. En þetta mál í rauninni, það snerist miklu meira prinsip. Það snerist bara það að þegar kjaradómur felldi úrskurðun laun þingmanna og þeir fengu afturgreitt 5-6 mánuði að þá vildi bara þetta fólk í samfélaginu fá bara sambærilegar kjarabætur aftur í tímann. Það var ekki endilega að biðja hærri kjarabætur, það vildi bara fá þetta sama og þó að lögin almannatryggingar segja annað, 63. greinin, að þá var þetta bara málið. Og ég held bara að það hafi bara verið taktískt mistök í okkur að hlusta ekki á þetta. Og þess vegna finnst mér, og ég nú bara þannig að mér finnst bara rosalega einfalt að spóla þetta tilbaka og segja við þurfum bara að komast á þennan stað aftur og byrja okkur nýtt og sjá hvort þau getur ekki fundið leið. Og við ætlum að hækka launin þeirra núna eða bæta þetta 9,7% um áramótin sem er svo hluti af hækkunum sem var í sumar. Og ég segi þá bara, er þá ekki bara málið að við tökum bara hluti af þessu 9,7 og borgum það frá 1. júní og þá er það prósentulækkun aðeins lægri áramótin. Þannig að það þarf alltaf að reyna að finna lausnirnar en ekki alltaf að setjast bara upp í vegg og segja við ætlum ekki að gera neitt. Þannig ég er svolítið fyrir það og hef alltaf verið fyrir það að finna lausnir sem að svona, að við þurfum líka að hugsa það að skapa frið í samfélaginu og ekki sístur en hóps sem hefur það verst af öllum. Og ég er ofta að snúast í kringum þessu hópa og hef svona haft það lífsmotto síðustu 10 árin að þakka fyrir það nýja líf sem ég eignaðist á fyrir 10 árum síðan þegar ég hætti að drekka brennivín og hef lagt töluvert af mörkum síðan og mér auðvitað svíður að sjá hvernig þessu fólki líður oft og þess vegna var all þessi læti mér miklu erfiðari heldur en kannski öðrum í sömu sporum vegna þess að ég er bara svona nátengdur þessu fólki. Formað þroskahjálpar á Suðurnesjum. Gleymdu því ekki drottinn minn dýri, sko. Og ég bara hugsaði mitt fólk og hvað ég hafði brugðist í. Og ég ætla bara ekki að gera aftur. Það er alveg á hreinu. Það er alveg á hreinu.